Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 43 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem að þú hefur örugglega pælt í áður, en þetta eitthvað sem að maður stekkur strax á sem einhvers konar öryggi eða einhvers konar hlutur þar sem maður nær honum og hugsar, já, ok, þetta miklu léttara en ég hélt, frábært, ég kann þetta alveg, sem eitthvað sem að gerist þegar maður finnur orð sem að eins á einu tungumáli og á öðru tungumáli sem maður kann. Og það vill svo heppilega til að það tungumál sem að flestir kunna í heiminum enska. Það tungumál sem að við lesum þegar við notum netið, notum ýmsa tölvutækni og bara megnið af þeim fjölmiðlum og skemmtiefni sem að fólk neytir í heiminum kemur frá hinum ensku talandi heimi. En sambandið milli íslenskunnar og enskunnar alveg sterkara en maður myndi kannski halda. Það mjög mörg atriði sem að eins á milli málanna, þó að það sé að sjálfsögðu orðið mjög mikill aðskilnaður á milli málanna eins og þau í dag. Það að þú kunnir íslensku þýðir ekki að þú kunnir ensku, og eins og þú hefur eflaust fundið fyrir, þá það ekki sjálfsagt að þú kunnir íslensku þegar þú kannt ensku. En hvernig þori ég að fullyrða að þetta séu mjög lík mál? Það vegna þess að ef við förum nógu langt aftur í söguna, þá þetta eiginlega sömu mál sem við töluðum. Á víkingaöld var mjög mikið af ferðalögum á milli þessara heima, þar að segja víkinganna í norðri sem koma suður til Englands. Og þá við næstum því bókstaflega að miða við fyrir 1000 árum síðan. Sagan af fyrstu konungunum á Englandi, þeim sem að stofnuðu konungsríki, sem að heitir þá konungsveldið England, sem verður á endanum að breska konungsveldinu. Sú saga byrjar eiginlega á því að William the Conqueror nær að sölsa undir sig land fyrir sína þjóð og fyrir sína englendinga með því að taka landsvæði í burtu frá barbarísku norrænu víkingunum. Og þeir víkingar hafa það sjálfsögðu talað víkingamál sem að heitir norræna, Old Norse, og það mál virkilega mikið skylt íslenskunni eins og hún í dag. Það má færa rök fyrir því að íslenskan sé skyldust gömlu norrænunni vegna þess hversu lítið við þróuðum málið okkar yfir þessi 1000 ár. Hins vegar hefur enskan þróast mjög mikið á þessum tíma. Ef að maður fer stuttlega yfir miðaldasögu Englands, þá má sjá að það fullt af stríðum sem að
England hefur átt við önnur ríki, stundum unnið einhverja sigra, stundum tapað þeim og erlend áhrif setjast inn í málið. Það verða til mörg ensk orð sem að eru frönsk að uppruna, sem eitthvað sem að kemur á til dæmis 100 ára stríðinu milli Englands og Fraklands. Og þá verður enskan sem var töluð þá, sem var nokkuð hreinlega germönsk, nokkuð rómanskari. Þannig að orðaforðin breytist með tímanum, frekar en að þau fari að gera eins og Íslendingar sem að reyna að búa til ný orð úr eldri orðum þegar við höfum eitthvað nýjan hlut sem að þarf að nefna. Þá tóku þau kannski frekar hreinlega upp erlenda orðið sem að var heitið fyrir þetta nýja fyrirbæri. En hvað þá með þessi stuttu orð sem að voru til fyrir svona löngu síðan og þessi hlutir sem að voru til fyrir löngu síðan sem að voru svo stutt að það þurfti ekkert að reyna að laga þau. Þau voru þegar orðin eins fullkomin og hægt er. Þau voru mjög skýr og þau voru mjög stutt. Hvað með þessi orð? Það virðist vera einhvers konar mynstur í tungumálum í heiminum að þegar við eigum mjög skýrt hljóð sem að þýðir mjög skýran hlut, þá erum við mjög seint að fara að breyta því, að skipta því út fyrir eitthvað annað. Með því að skoða svona orð þá getum við séð hvernig hin mörgu tungumál í heiminum eru skyld og geta rakið ættir sínar mjög langt aftur í tíman. Eins og að sjá að þó að einhver mjög óskyld tungumál í dag séu einmitt ekki svo skyld, þá eru þau með orðaforða sem hefur greinilega verið til frá því fyrir einhverjum tugum þúsundum ára síðan. Það kannski full mikið að segja tugum þúsunda, en allavega einhverjum þúsunda, mörgum þúsunda fyrir Krist. Og þá getum við talað að tungumál séu bæði tvenn indó-evrópsk eða hinn málarflokkurinn sem væri eins og indó-asísk tungumál. En ef við förum svo langt aftur í tíman, þá getum við séð að tungumál sem að eru mörg þúsund kílómetra í burtu frá hvort öðru, og þá jafnvel mörg tugum þúsunda kílómetra í burtu frá hvort öðru, að þau eru með sama orð fyrir mömmu og pabba. Ef þú pælir í öllum hljóðum sem að unga barn getur sagt, þá, jú, þetta eru einföld hljóð, en það að eitt þýði greinilega mamma, orðið og hljóðið mamma, að það sé fyrir þann aðila sem fæðir barnið og að pabbi sé sá sem að á hlut í því að barni verði til en fæðir það ekki, að þau orð séu einmitt að þýða þessa ákveðin hluti. Það er ekki sjálf gefið. It's not a given. Það varð að verða til menning fyrir því að við ætlum að segja, ok, þessi hljóð saman, þau ætla að þýða þennan hlut frekar en hinn. Og svo öfugt. Og þessi menning fær að lifa þá í gegnum aldirnar og í hinn mörgu þúsund ár. En svo fer jú mannkynið að þróast aðeins og við förum að þurfa að tala hluti sem að voru ekkert endilega til áður.
Það var alltaf verið til einhver sem að er mamma og einhver sem að er pabbi. Einhver sem að er móðir og einhver sem er faðir. You heard the simile with mother and father, kind of literally here. Hvað með þegar við förum að hætta að búa endilega í hellum og í hlýjum skógum og förum að byggja okkur heimili? Þá þurfum við að vera komin talsvert seinna í söguna og hér þurfum við að búa til orð til þess að eiga við þetta sem að við erum að byggja fyrir okkur. Og germanska orðið, sem er ekki svo líkt rómanska orðinu, það er eins atkvæðis orðið hús. Og hús, house, house, hús, þetta er allt sama orðið. Þau hafa bara fengið öðruvísi framburði á einum ýmsu stöðum. En þegar við eigum svona gott stutt orð, af hverju að skipta því út fyrir eitthvað? Af hverju getur það ekki bara verið þetta orð til að þar til að kemur annað í ljós? Ef við þurfum að eiga þrengri merkingu fyrir einhverja tegund af húsi, þá getur alveg orðið til munur á orðinum eins og höll eða manor, sem að hafa þá mismunandi merkingar. En allt þetta til að segja að ef við þurfum ekki á því að halda að skipta þessum orðum út fyrir eitthvað annað, þá eru þau líklega að fara að halda sér í sessi. Tja, nema þú eigir í 100 ára stríði við aðra þjóð sem að yfir með sínar skoðanir á því hvernig við eigum að tala um þessa hluti. Þá er ég að tala eins og englendingana sem að breyttu málinu sinu nokkuð mikið. Íslendingar gerðu það ekki, eða mun síður. Þannig að eitt af þessum hlutum sem við getum pælt í, sem að getur verið okkar leiðir til þess að svindla okkur í gegnum það að þykjast kunna íslenskuna betur en við gerum, að þá getum við reynt að segja enska heitið fyrir einfalda hluti sem að voru til á þeim tíma þegar við vorum hreinlega að tala sama mál. Hús var alveg til fyrir 1000 árum. Þannig að þegar þú lest orðið hús á íslensku, þá máttu alveg gíska á það að það þýði house á ensku. Ef þú lest orðið bróðir, þá getur það alveg gískað á að það sé brother á ensku. Af því að hugmyndin einhvern sem að er sonur foreldra þinna, sem að er karlkyns, hefur alveg verið til í margar aldir. Af hverju að breyta orðinu ef við þurfum ekki á því að halda? Þá er þetta að fara að vera sama orð. Þannig að með þessari röksemdafærslu þá getur þú vitað að þú skilur meiri íslensku en þú kannski heldur ef þú kannt ensku, og sömuleiðis að þú getur kannski logið þig í gegnum íslenskuna, kunnandi ensku. Það er einn mikilvægur hlutur sem ég verð að nefna sem er tengdur enskunni, sem að gerist innan hennar, sem er mikið fjallað þegar við tölum þróun tungumálsins. Af því að á ákveðnu tímabili þá gerðist hlutur í enskunni sem að er nokkuð einstækur. Þetta er allavega ekki mörgum tungumálum sem við getum fjallað að þessi hlutur gerist. En þetta er málsögulegi viðburðurinn The Great Vowel Shift. Þar sem að englendingar breyttu því hvernig þau bera fram ákveðna sérhljóða. Hérna kemur ótrúlega margt skemmtilegt í ljós
varðandi líkindi íslenskunar og enskunar. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in at a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show. Þú sem ert að hlusta, þú þekkir eflaust þetta sem ég að tala hvað The Great Vowel Shift þannig að ég ætla ekki að fara að fjalla of mikið það beint. En ef við skoðum orð eins og bite, að bíta, það skrifað B-I-T-E. Ef við myndum lesa það á íslensku, þá verður það B-T. Ef við sleppum þessu á endanum, verður það bit. Og ef við skoðum framburðargreiningu á því hvernig enskan var borin fram á þessum tíma, þá þetta ekki lesið sem I, eins og í dag, heldur sem I. Það að segja beat. Kannski eins og orðið að bíta. Þannig þetta orðið íslenska. Ég var að tala orðið house áðan. Það borið fram house með á sem lestri á þessu o-u sem kemur í orðinu. Hérna ég með dæmi fyrir framan mig sem orðið out, skrifað o-u-t. Í dag það auðvitað á. Gamli framburðurinn út, eins og úti eða hreinlega út. Þetta sama orð. Þetta nákvæmlega sama orð. Englendingarnir höfðu skrifað upp þennan sérhljóða, þetta þrönga ú sem við þekkjum á íslensku sem u með kommu fyrir ofan, sem ó-u. Einhver leið til þess að gera u-hljóð þrengra, ú. Og þessu bara breyttu þau frá því að vera ú yfir í á. Þannig að ef við hugsum hvernig orðið house hefur verið borið fram meðað við þessa gömlu ritreglu og meðað við gamla framburðinn, þá fáum við bókstaflega orðið hús út. Sem að færi þá enn frekar rök fyrir því hvað þessi tungumál hafa verið lík eða jafnvel sama mál á þessum tíma. Þar að með þessu mætti segja að það að þú kunnir ensku sé í rauninni mjög mikill lykill að því að skilja hvernig íslenskan í dag. Ef þú hugsar öllin fornu orð sem að þú kannski tengir við eins og bara Shakespeare eða jafnvel fyrir Shakespeare, þá kannski fullt af þeim orðum að fara að vera til á íslenskunni og þau einföldu orð sem að þú kannt innan enskunar getur með þessum framburðar nálgunum leitt það í ljós að þetta nákvæmlega sama orð á íslenskunni. Íslenskan bara fornara mál. Það í meira beinu sambandi við fortíðina okkar og þá langt aftur í fortíðina okkar heldur en enskan Við erum að segja og nota orð sem við vorum að segja frá landnámi þá fyrir 1000 eftir Krist. En ef að þú færir að tala með orðaforða sem að Shakespeare notaði í kringum 1500, þá ert þú að fara að hljóma meira gamaldags heldur en ég geri á íslensku. Það tróða einu orði inn í lokin hérna, sem dæmi það að við eigum kannski forn orð sem að eru
ekki jafn þörf í dag eins og þau kannski voru þá og við erum kannski farin að nota fleiri orð til þess að eiga sama hlut á ensku. Bara því að við hættum að nota stutta orðið vegna þess hversu sjaldgæft það var að nota það. En þetta er eitt af spurnar orðunum á íslensku. Eins og hvað, hver, hvernig, hvenær og svo framvegis sem er eins og when, what, who. En það er orðið hvaðan sem að allavega mínir nemendur læra mjög snemma. Ef að það kemur upp spurning í texta sem að er hvaðan ertu? Þá getur við nemandi minn lesið það út frá samhengi að þetta þýðir where are you from? En það er sagt í 2 orðum sem eru 4 á ensku. Þá þurfum við að skoða hvernig getur staðið á þessu. Við getum tekið orðið ertu í sundur og áttað okkur að það er þú. Og þá er að koma með are you, ok, afgreitt. Og hvað er eftir? Where from? Og hérna hafði ég þar til í þessari viku verið að segja nemendum mínum að þetta er fornt orð sem að enskan notar ekki lengur, sem að er where from. En það var nemandi minn í vikunni sem að náði að grípa mig á lofti og gat komið með betri kenningu sem að ég hafði bara ekki áttað mig á að væri notað á þennan máta. Því að ég hafði bara séð þetta orð notað vitlaust í popkultúr. Það er orðið whence. Whence er skilgreint sem from what place or source, eða from which, from where. Whence do they derive those powers? Hvaðan fá þau þessa krafta? He will be sent back whence he came. Hann verður sendur tilbaka þaðan sem hann kom. Þarna erum við að halda í orð og orðanotakildi sem að enskan hefur þurrkað út, hefur hætt að nota. En þessi orð hafa þýtt nákvæmlega það sama. Eins og bara þetta, jafnt og þetta. Hús er house. Móðir er mother. Hvaðan og þaðan er whence. Þannig að það var líka hægt að pæla einhvern veginn í því hvað gæti þetta skrítna íslenska orð kannski í rauninni verið í ensku sem að ég bara ekki að nota í dag. Þannig að já, nú er ég búin að tala í einhver tíma eitthvað sem að er þér löngu augljóst og skýrt að það eru sum orð sem að eru eins á íslensku og ensku. En mig langaði að kafa aðeins dýpra og segja að þau eru kannski ennþá meira eins heldur en við myndum halda. Og þetta gæti þá verið eitthvað sem að væri ennþá betri lykill eða lykill sem að getur opnað fleiri dyr heldur að þeir hélt í fyrstu. Að við getum stólað á forn ensku til þess að læra íslensku. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.